Við ætlum að teikna ferilinn S sem tilgreindur er með stikaforminu x-átt og tvisvarsinnum kósinus t og y-átt og tvisvarsinnum sínus t þegar t er á bilinu frá 0 til 2π. Ég ætla að byrja því að skilgreina breytuna t mín sem er lægsta gildið sem t má taka og láta það vera 0. Sama ger ég fyrir t max við látum t max vera 2π. Þá höfum við skilgreint t min og t max. Þá skulum við skilgreina ferilinn S sem er þá ferill þar sem að x-ið er tvisvarsinnum kósinus af t tvisvarsinnum kósinus af t og y-ið er tvisvarsinnum sínus t, stikin er t, byrjunargildið t mín og lokagildið t max. Þarna fáum við ferilinn. Við fáum ferilinn sem virðist vera, er hringur með radíus, með miðpunkti 0,0 og radíus 2. Ef við hugsum aðeins, veltum þessu aðeins fyrir okkur, þá er sérhver punktur á þessum hring hefur þá hnitinn tvisvarsinnum kósinus t, tvisvarsinnum sínus t. Þar sem að t er hornið sem radíusinn markar við x-ásinn. Við skulum teikna gamni þennan vektor sem að geti táknað radíus hringsins, látum hann bara heita r, er þá vigur með byrjunarpunktinn 0,0 og endapunktinn tvisvarsinnum kósinus t max, tvisvarsinnum sínus t max. Þá fáum við hérna vektor. Við skulum láta að sjást hvað hann heitir, sína nafnið á honum hérna. Sjáum að þetta hérna er þá r, er radíusinn. Þannig hérna, köllum þennan vegur sem sagt r. Og við skulum að gera t max sýnilegt svo við getum séð hvernig þessi ágæti ferill, nú næ ég þess ekki út hérna, hana. Þetta er semst t max. Við ætlum að sjá hvernig, við ætlum að breyta hérna eiginleikunum. Við ætlum að láta t max vera á bilinu frá 0 til 2π. Og nú ætlum við að láta eins og við séum að teikna þennan feril punkt fyrir punkt. Við byrjum á því að velja t er semst t max sem er í rauninni t í stikaforminu, eða gildið á t. Við byrjum með það jafnt og 0, svo sjáum við hvernig ferillinn teiknast eftir því sem að t stækkar og það heldur áfram upp í 2π og þá erum við búin að teikna hringinn. Þarna er sem sagt vegurinn sem hefur hnitinn tvisvarsinnum sínus t, tvisvarsinnum kósinus t.
Nei, öfugt, tvisvar sinnum kósinus t, komma tvisvar sinnum sínus t. Það er semst x-nitið er tvisvar kósinus t og y-nitið er tvisvar sinnum sínus t. Að sérhver punktur á þessum hringferli hefur sem sagt þessi hnit og við erum að skoða þá þennan feril sem er hringur með radíus 2. Við vitum að vektorinn tvisvar sinnum kósinus t, tvisvar sinnum sínus t er sama og tvisvar sinnum vektorinn kósinus t, sínus t. Kósinus t, sínus t er einingavektorinn í einingarhringnum sem hefur radíus 1 og tvisvar sinnum sá vektor hlýtur þá að hafa lengdina 2. Við getum líka fengið hérna bara reiknað út, kannu segja a er sama sem lengd vigurs og við erum með vigurinn r og við sjáum hérna að gildið á a er jafnt og 2.